Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að halda áfram að ræða spillingu eins og verið hefur á miðvikudögum síðustu vikur. Eftir mikla spillingar umræðu síðustu misseri getum að sagt hér á landi Ísland aftur komið inn á topp 10 lista yfir minnst spiltu ríki heims samkvæmt Transparency. Við skröpum reyndar botnin enn í samanburði við Norðurlöndin en bæting milli ára sögð svo mesta meðal allra ríkja á svokölluðu Corruption Perception Index Transparency International. Við vorum í 19. sæti í fyrra og höfum þá lengi verið í vondri stöðu frá hrunnu þegar fjármálaspilling á heimsmæli hverða afhjúpaðist hér á landi og svona Ísland misti svolítið sakleysi sitt. En þetta kemur nú held í mörgum á óvart og ein spurningin sem vaknar þetta einhvers konar mæliskekkja. Eitt af því sem ég hugsaði þegar ég heyrði að við værum á svona góðri leið þá var til dæmis útgáfa hvalveiðileyfis Bjarna Benediktssonar í starfsstjórninni í Skjóli-Nætur sem var nú á síðasta ári. En til að ræða þessi mál alveg stórskota lið þannan ágæta dag. Það Jóhann Hauksson, margreyndur Transparency maður og blaðamaður og höfundur snjallar bókar og spillingu. Hann býr í óspiltasta landi heims, Danmörku, og hann ætlar að vera með okkur á Zoom. Blessaður Jói, heyrður í mér? Jú, komið sæl. Flott ljómandi. Heyrðu, og svo já, gott svo hér Þorvaldur Gylfason, hagfræðingur sem segja má að hafi nú orðið fyrir barðinu og spillingu eins og fréttamálaust sem hafa sagt frá og Þorvaldur Logason höfundur hinnar rómuðu imriðarelítu og formaður Transparency á Íslandi. Já, þetta bara svo mikið stórskotulega að maður eiginlega verður feiminn en veriði velkomnir allir félagar. Ég ætla að byrja á þér formaður Þorvaldur Logason. Þetta rétt mæling eða getur verið að sé einhverjir þættir sem að hafi áhrif á þessa útkomu? Að við sem að verða óspiltari og miklu óspiltari milli ára. Þessi niðurstaða kom alltaf mjög óvart og ég hafði strax samband við Flóru Kressfells sem sér þetta, svona yfir umsjónarmann í þessa lista Já. Og hún tjáði mér að hún skýrði þetta þannig út að stærsta ástæðan fyrir þessu væri ekki minni spilling í sjálfu sér, heldur að það hefði fallið út þarna, sú mæling sem að hefði gefið okkur lægsta einhvern fram að þessu og hún var svo áberandi lægst að það hefði mikil áhrif að hennar sögn og svo nefndi hún það að svona stóru spillingamálin Samherji sem svona alþjóðleg spillingamál sem vekja mjög mikla athygli alþjóðlega og svo einkavæðing Íslandsbanka og það hafi og kannski svo ég bæti við, hún nefndi það nú ekki en svo ég bæti við kannski lögbannið á stundina sem var náttúrulega alþjóðlegt mál líka svona hún mata þannig að þegar lengra líður frá þessum stóru málum að þá hefði það svona að þetta huglægt mat mjög mikið að þá myndi það styrkja það kemur kannski má segja að ný spillingamál, stór spillingamál þurfa að koma upp til að kannski lækka almennt Já, getur þú nefnt hvaða aðili það sem dettur úr leik sem að hefur verið að mæla okkur ansi spilt? Já, og maðurinn við Lena mér, þekkir það kannski betur ég, en það Bertelsmann Stiftung heitir það og mælir þetta mjög áhugavert fyrirtæki og mjög áhugaverð úttekt sem hún gerir og vinnur dálítið mikið á áköllum þessa lista því að við getum farið seinna það margir ákallar á þessari þekkingaframleiðslu getum við sagt og þessi Bertelsmann Stiftung vinnur þetta bæði meira félagslega og sækir til innlendra sérfræðinga og þar með mannsins nánumis Gylfason. Hefur að gefa honum boltan? Já, við skulum gefa honum boltan. Hvað segir þessa niðurstöðu Þorvaldur Gylfason? Þær koma mér á óvart og ég tel að þær séu rangar. Já. Ef maður skoðar skýrsluna í smáatriðum þá hvergi minnst á Ísland og það hvergi gefin skýring á þessu stökki einhvernarinnar úr 72 sem skilaði okkur 19. sæti á gegnsæðislistanum í fyrra og upp í 77 sem
lyftur okkur upp í 10. sæti. Vantar bara rökstuðningin? Það engin rökstuðningur í boði og ekkert af þessu sem að Þorvaldur hefur eftir starfsmanni Transparency í símtali, ekkert af því kemur fram í skýrslunni og það til dæmis að halda því fram eins og þessi starfsmaður Bertelsmann gerir að það að engin stór spillingarmál hafi gosið upp hér á árinu 2024. Fyrir ekki starfsmaður Transparency? Já, ég meina það fyrir ekki. Starfsmaður Transparency að það í fyrsta lagi ekki rétt. Tókst mér kannski að nefna bara eitt mál sem í inngangnum. Nákvæmlega. En svo það að ef engin ný spillingarmál koma upp, þá ætti það auðvitað að leiða að öðru jöfnu til óbreyttrar einhverjar. Það eina sem getur leiðrétt hækkun á gegnsæðisvísitölunni, í tala mikla 5 stiga hækkun, að það væri einhver verulegur árangur í spillingarvörnum. Já. En engin slíkur árangur sýnilegur, þannig að ég tel að þarna hafi bara Transparency orðið á mjög óheppileg skissa sem grefur undan trú almennings og blaðamanna og annara á þessum mælingum. Þetta mælt þannig að Transparency talar við fullt af fólki, bæði fólki í viðskiptum sem spurt það hvort að mútur tíðkist og hvað gerist ef menn neita að taka þátt í leiknum og svo framvegis og svo líka tala við viðskiptavini stjórnsýslunar, þannig að það gegnsægi bæði í viðskiptalífinu og í opinberri stjórnsýslu sem þarna verið að reyna að mæla og það að þeir skuli svo reiða sig á þá sem að fylgdu í kjölfarið eins og Bertelsmann í Þýskaland og svo framvegis, það kemur mér spánst fyrir sjónir. Það var Transparency sem hóf þessar mælingar fyrir 30 árum. Ísland bættist ekki við fyrir en nokkrum árum liðnum, meðan fyrir mína hvatningu, ég bað á Guðsbænum að hafa Ísland með, en Ísland geldur smæðar sinnar að því leyti að það fær stundum ekki að vera með í gagnasöfnum af þessu tagi. Og ástæðan til þess að Bertelsmann tók Ísland út af listanum svo að fólksfjöldin hér undir 1 milljón og nýja reglan hjá þeim svo að skilja þau lönd út undan með sárafáum undantekningum eins og til dæmis Bútan sem þeim finnst mikilvægar að hafa þannig inni þrátt fyrir fólksfæð heldur en Ísland sem að ég tel vera ranga niðurstöðu og þess vegna finnst mér fráleitt að Transparency skýli sér á bak við svona undirverktaka ef svo má segja í staðin fyrir að taka full ábyrgð á þeim mælingum sem þeir gera sjálfur eftir sinni gömlu góðu aðferð. Það nefnilega það. Jóhann Hauksson, hefur þú einhverju við þetta að bæta? Það nú kannski ekki mjög miklu við þetta að bæta. Ég held ég geti tekið undir margt af þessu sem að þeir nafnarnir eru þegar búnir að segja en ég ætla ekki endilega að fara að taka til varna fyrir Transparency á þessu leyti. Það auðvitað leitt að vera svona lítill í alþjóðlega samhenginu en það skiptir mjög miklu máli að Transparency haldi þessu áfram og þrói þessi vinnubrögð sín kannski betur og lengur. Þetta náttúrulega búið að vera við lýði í 30 ár vegna þess að aðalatrið að mælingarnar sem sagt séu þannig úr garði gerðar að það sé hægt að bera saman, að það sé ekki verið að bera saman epli og appelsínu, það þannig að sami mælikvarðinn sé notaður á öll lönd og við sjáum að Ísland var hér í eina tíð þegar að forsendurnar voru óbreyttar og fyrir hrun að þá var Ísland gjarnan í þessum efstu sætum og efst einu sinni og jafnvel það 2005 eða 6 satt best að segja bara svo ég fari aðeins út í þá sálma og gæti komið að því aðeins á eftir án þess að vera orðlengja þetta mikið núna að á
fyrsta áratug aldarinnar sem starfandi blaðamaður og þá kom það mér mjög spánskt fyrir sjónir að sjá Ísland þarna alltaf í efstu sætunum vegna þess að ég hafði mjög sterka tilfinningu fyrir því að það væri ekki allt sem sýndist á Íslandi og hafði reyndar þá þegar, við skulum segja 2005-06, virkilegar áhyggjur af því að hérna hér eða á Íslandi grasseraði mikil spilling vegna þess að frá árinu 1999 hafði Ísland fullgilt samning við Greco í Strasbourg sem að eru samtök eiginlega ríkja Evrópuráðsins gegn spillingu og matsmenn á vegum Greco höfðu komið hingað og gert sína fyrstu skýrslu árið 2001. Já. Og í þeirri skýrslu kom strax fram mikil gagnrýni á meira segja embættismennina sem að þeir töluðu við. Af því að þetta svona kvalitatív, það segja byggir á viðtölum eins og transparency. Já. Og ég get bara á þess að orðlengja það mikið að ég var kannski meðal þeirra fyrstu sem fór að grúska í þessari skýrslu og þær voru þá þegar orðnar 2001 og 2003 og það ákvæði og það áskilið í samningnum að niðurstöður skýrslu Greco skyldu birtar almenningi. En þeim hafði verið stungið ofan í skúffu og ekki þýddar yfir á íslensku. Svo seint sem 2005 og það eitt og sér náttúrulega spilling. Já. Einmitt, og ég byrjaði semst að vitna í þetta og ég var orðinn mjög sannfærður að þetta væri mikið ólag á þessu öllu saman strax fyrir hrun og varðandi spillingun og skrifaði mér það ýmislegt vitnandi í skýrslur Greco. Og ef ég má bara vitna í eitt sem ég bara eftir minni þá segir á einum stað í annarri skýrslunni frá 2003 að mig minnir, þar segir berum orðum að þeir embættismenn, lesist íslenskir embættismenn sem að Greco talaði við á þeim tíma til að byggja undir sína skýrslu, að þeir embættismenn íslenskir sem telja að á Íslandi ríki engin spilling, þeir eru ekki líklegir til þess að grípa til aðgerða til þess að ganga úr skuggum það hvort að sú trú þeirra sé á rökum reist. Þetta beint í mark. Þú fyrirgefur að ég hlæ. Einmitt. En sko hérna Jói, aðeins áður en ég skil við þig núna í bíli, þú kemur nokkuð aftur inn síðar í samtalinu, af því ég nefndi að þú býrð í óspiltasta ríki heims samkvæmt þessum lista og við Íslendingar þurfum alltaf samanburð til þess að skilja okkar eigin stöðu í þessi eyja. Hvað eru Danir að gera betur og öðruvísi heldur en Íslendingar? Mín tilfinning sú bara á þess að orðlengja það mikið að hér í Danmörku hefur rétt eins og á öðrum Norðurlöndum, Noregi og Svíþjóð, svo ég nefni það nú bara það sem ég þekki aðeins til, sérlega í Svíþjóð, að þar samkvæmt áratuga langri ekkert hefð, heldur bara kúltúr, þessi fræga armslengd á milli stjórnmálana og viðskiptalífsins. Og það virt. Maður hefur mjög sterklega á tilfinningunni hér að stjórnvöld, hvernig svo sem allt veltur í stjórnmálunum hér í Danmörku, þau eru ævinlega að vinna fyrir almenning en ekki fyrir sérhagsmuni og gegn alls konar þjóðskrifamálum, má ég nefna stjórnarskrármáli bara svona sem dæmi. Og að hér beygja sig allir undir þennan aðskilnað á milli ríkisvaldsins og viðskiptalífsins.
Það hlýtur að vera framandi tilfinning fyrir Íslendinga að upplifa þetta. Þorvaldur. Þetta helsti ljóðurinn á íslenskum stjórnmálum, hversu samofin þau eru sérhagsmunum. Heldur betur. Og þá ég að tala bara núverandi eigendur Íslands sem að lesist kvótagreifar sem að hafa keypt upp helminginn af öllu viðskiptalífinu á Íslandi og banka þess vegna tryggingafélög, oljufélög og verslunarkeðjur. Einmitt. Vegna þessara orða Jóhanns Þorvaldur Logason deilum við ekki þeirri tilfinningu að við einmitt upplifum eiginlega hið andstæða á Íslandi. Hver þinn hugur til? Já, ég held að bara hugmyndin hagsmunaárekstra sé bara dálítið týnd á Íslandi, bara almennt og sé það ennþá í dag og ef ég man rétt þá var forstjóri Granda til dæmis stjórnarformaður hvað heitir það sjávarútvegs býtum við ég búin að glemma hvað heitir þetta í stofnun sem sagt Hafrannsóknastofnunar hann var stjórnarformaður Hafrannsóknastofnunar forstjóri Granda þetta bara eitt dæmi þetta er algjörlega gali og það er á þessum tíma sem að kemur með sér fram alveg sérstök kvótaúthlutun í Ísu, þetta 2003 ef ég mann það rétt, sem var algjörlega út og korti var svona outlayer sem myndi segja í félagsvísindum og var svo tekinn tilbaka strax árið eftir, skilurðu og hann sagði sagði sér frá þessu og var þá forstjóri Símans, Þannig að hagsmunaárekstrar eru bara stórkostlegt vandamál á Íslandi almennt, og náttúrulega eitt sem við sjáum náttúrulega útgáfa Morgunblaðsins sem náttúrulega kannski mjög gott dæmi og kannski lýsir bara mjög vel vandamálinu við þessa Transparency International að því hún er svo formleg meðal annars að eitt af því sem að nánast mjög margar þessar stofnanir gera það er að meta framlög til stjórnmálaflokka ef þú væri með íslenskan sérfræðing þá sæi hann hvernig farið fram hjá þessum framlögum þannig að fjármagni helstu þetta samband milli viðskiptalífs og stjórnmála fjármagni kvótaeigenda beint inn í Morgunblaðið og þar eru menn ráðnir og þar keyrt á miklum yfirdrætti mörg hundruð milljónir sem vantar upp á kannski miljardar á einhverjum árum og þannig fer fjármagnið inn í sjálfstæðarflokkin og sumpart framsóknarflokkin þetta gæti ekki erlendur sérfræðingur sem horfir á þetta og sjá einhverju viðskipt og meta form og struktúra hann þarf að þekka þetta innan frá eins og Þorvaldur Gylfason gerir síni Bertelsmann skýrslu og Gretar þannig að já með konflikt og þetta er bara alveg meiri háttar vandamál og svo ég nefni nú svona í framhjálpi bara eitt lítið dæmi, bara nýlegt þetta með FH til dæmis fjármögnun á íþróttahúsinu ábyggilega fullt af góðum mönnum að vinna og leggja mikið sjálfboðaliða starf ein hendi fram en þarna er sami maðurinn sem er formaður íþróttafélags og hann er að byggja hús og hann sér framkvæmdir hann sjálfur og bróðir hans flyttur inn húsið og sonur hans er líka seinna formaður og hann sér bókhaldi líka hann sér bókhaldi þetta er kannski milljarðar framkvæmd allir kannski margir vel meinandi og allt það en hugmyndin sveitafélagið að grípa inn í og þarna séu skýr skil milli þess sem fer með fjármáluna og þess sem hefur eftirlit með þeim hún er bara einhvers staðar út á túni á Íslandingum við þurfum að skoða þetta í samhengi það er ekki eins og Transparency sé eini vitnisburðurinn ástandi hér bæði Gallup og Félagsvísindastofnun Háskólans hafa spurt Íslendinga álit þeirra á spillingu á Íslandi og 2 af hverjum 3 sem eru spurðir segja að spilling grasseri í íslenskri stjórnsýslu og viðskiptum og það hefur ekki verið gripið til neinna sérstakara spillingar varna með þess að formlegum tillögum að setja upp svoleiðis stofnun bara að sænskri og norrænni fyrirmynd að þeim tillögum hefur ekki verið ansað
Nei. Þannig að dómur aðspurðra í könnunum Gallups og félagsvísindastofnunar að hann hlýtur að standa óhaggaður. En svo annað sem þarf að hugsa samhengisins vegna. Og það þetta að spillingar af vísitölur yfir mörg lönd eins og þessi frá Transparency, þar haldast mér skýrt í hendur við aðrar hliðstæðar vísitölur, til dæmis lýðræði eða lög og rétt. Það er sér hlutlausi réttarkerfisins. Og nú Freedom House sem ein hugveitan sem heldur saman tekur saman svona tölur lýðræði út í heimi. Hún nýbúin að gefa tölur fyrir 2024 og það bara léleg einkunn Íslands, langt að baki Norðurlanda bara óbreytt frá því fyrra. Já. Og það gerir mig ennþá tortryggnari á þetta stökk í tölum Transparency og svo besta lýðræðisvísitalan sem nú gefin út, hún kemur frá stjórnmálafræðingum með Háskólann í Gautaborg og þeir hafa bara fylgst með því sem að gerast hérna og þeir eru búin að lækka Ísland smám saman niður í 2009. Sæti af 180 löndum og verður sér Bandaríkin með allt niður sig eru í 16. sæti. Og þetta bara alveg graf alvarlegt en það sem ruglar dæmi svo það að tímarit sem margir lesa, vikuritið í Economist og margir taka mark á, að það ennþá með Ísland bara við hliðina á Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Það bara eins og sé fullkomni fíbl sem að ráða þessari lýðræðisvísitölu þeirra og ég hef skrifað bréf þetta og ég hef birt greinar þetta bara til þess að afhjúpa vitleysin í þeim en þeir láta sér ekki segjast. En stjórnmálahreyfingarnir í Gautaborg, þeir eru með þetta alveg hreint á hreinu. Þannig ef þetta verið rétt hjá Transparency, það sé meira gagnsæi allt í einu upp á 5 stig milli ára, þá ætti maður að sjá hliðstæða framför í lýðræðisvísitölunum, en ég sé engin merki þess að það sé að gerast. Með öðrum orðum, spillingavísitölur á maður ekki að skoða bara í einangrun, allra síst frá einum aðila, heldur á maður að setja það í samhengi við það sem að gerast í kringum okkur og það staðfesti mig í þeirri skoðun að það hefur einhvern slísorðið þarna hjá Transparency í þessari umferð. Já, Þorvaldur, þegar þú byrjar að skrifa spillingu og beita þér fyrir spillingu hér á landi. Gegnaði með þér. Já, afsakaðu. Þetta var ágætt. Gegnaði, afsakaðu. Fótaskortur á henni svokölluðu tungu. Var það vegna þess þá að þér ofbauð, við náttúrulega þekkjum baráttubróðurins Vilmundar, ofbýður þér sem ungum manni eru einhver svona teikn á lofti sem að þú sérð að þetta gengur ekki, þú nefnir spillingavarnir, það eru engar, það ekkert opinbert fé. Hvað var það sem að leiddi til þess að þú hefur verið svona gagnrýninn og hefur kannski haldið svolítið þessum kyndli á lofti? Það saga á bak við þetta. Ég hef fylgst gerðlega með stjórnmálum allar götur frá 1956 og mér var það ljóst bara strax ungum manni að spilling vandamál á Íslandi en ég gerði mér grein fyrir því og allir mörg 100 blaðagreinar sem ég skrifaði fram að hrunni og svo haldið því árum eftir hrun að bera vitni það að ég taldi að vera tómt mál að tala opinberlega spillingu því að það var svo víðtækt þegjandi, nú eða hávært eftir atvikum samkomulag það að spilling væri engin þótt hún eftir á mann og þess vegna bara gerði engin. Spilling, ef þú bara leitar í blaðaumræðum, spilling var bara næstum aldrei nefnd. Og svo bara opnast öll þessu augu í runinu og þá stíga margir félagir mínir í háskólanum fram líka eins og ég gerði og margir blaðamenn og það bara gerbreytir andrúmsloftinu. Og enda sína svo kannanir Gallups og félagsvísindastofnunar það sem ég nefndi áðan að fólki í landinu er með á nótunum. Og spillingin hefur vond áhrif. Ég meina margir bestu synir og dætur Íslands eru landflótta vegna spillingar. Það bara liggur fyrir og nú hafa komið margar bækur ein af ári, fyrst bók Ólínu Þorvarðardóttur hún var ekki einu sinni fyrst, bók Jóhanns var á undan og svo þessi fína bók þín, Besti vinur aðal og bók Þorvaldar með elituna bara gögnin bara hrannast upp ýmist gögn liðnatíð eða nútíman og þetta bara æpir á mann og þetta kallar á viðbrögð og það er þess vegna sem ég hef oftar en einu sinni lagt það til á prenti að það verði sett upp hérna einhvers konar apparat sem að vinnur gagngert gegn
spillingu svoleiðis tíðkast í mörgum löndum, það verður segja í stjórnarskrá Tælands að slík stofnun skuli starfa og ég þekki forstöðukonuna og hún upp á 8. hæð í skrifstofuhúsinu í Bangkok og samt koma múrsteinar fljúandi inn gluggann hjá henni. Hún sagt mér þetta sjálf. Já. Og mörgum orðin þetta ekkert grín, en þetta bara þarf að gera. En af því að næstum allir í viðskiptalífinu og næstum gervöll stjórnsýslan þrætir fyrir spillinguna, að þá er bara mjög erfitt að koma svona málum í gegn. En nú vill svo til, ef ég man þetta rétt, að þegar að Samfylkingin var leiðandi flokkur í stjórnarandstöðu á síðasta kjörtímabili, þá minnir mig að þau hefur lagt fram tillögu í þinginu spillingarvarnir. Og nú Samfylkingin orðin leiðandi flokkur í ríkisstjórn og nú að sjá hvort hún gerir þetta. Ég man ekki eftir að hafa séð þetta í stjórnarsáttmálanum og sjáu þið, og þá sjáu þið veikleikan. Þetta ekki bundið við einn eða tvo flokka. Þetta er miklu almennari og djúpstæðir vandi. Já. En aðeins meira á persónulegum nótum frá þér að sko það var náttúrulega fjallað það í fréttum fyrir nokkrum mánuðum þegar Bjarni Benediktsson setur þér stólinn fyrir dyrnar og var það ritstjóra stöðu telur þig á pólitískan. Það er hérna sko það sem ég er að spyrja út í er verður okkur alltaf hengt ef við reynum að anda á spillingu og berjast gegn spillingu? Já, fjöldi fólk stígur fram í samtölum við Ólínu Þorðardóttur í bókinni hennar Skuggabaldur og lýsir því að því séu allar bjargir bannaðar. Já, akkur ættu við og rannsóknarnefnd Alþingis lýsir þessu líka. Akkur ættu við þá ekki bara sogast með inn í spillingun og fljóta með? Akkur ættu við að reyna að berjast gegn henni? Já, margir sogast inn í hana. Já. Ég til dæmis bara með því að horfa í gegnum mig í mínu nánasta umhverfi í háskólanum. Ég sé marga kollega mín að vera í svona billingakaplaupi og þeir rugga ekki bátnum með þeir eiga afkomu sína undir því að koma sér í mjúkin hjá stjórnvöldum. Hér sagði Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur að það væri bannað að vera með gagnrýna rannsóknarspurningar í sömum kimum háskólans því prófessorinn sagði nei, þú fara aldrei í vinnu þú ætlar að vera með þessa gagnrýna rannsóknar. Nafni minn var nú einn bara við þetta borða vitni um þetta fyrir nokkrum dögum. Nei, ég veit það, þetta er bara mikill vandi og sorglegast af öllu satt að segja finnst mér. Þegar ég sé þessa hegðun sumra eldri kollega minna endurspeglast í atferli stúdentana. Þegar stúdentarnir strax eru byrjaðir að sýna merki þess að þeim finnist óráðlegt að rugga bátnum. Það læra börnin sem fyrir þeim er haft. Já, og það þykir mér voðalegt. En samt sem áður sé ég það að bara hrunið opnaði augu og það við gerum breytt andanum í blaðamannastéttinni og á hún samt sinn djöful að draga eins og þú hefur lýst við þetta borð sko. Og bara þetta er langklaup og við skulum hafa sigur. Einmitt, vistu þetta? Þóróldur, þú ert með mikla drápið þarna fyrir framæði, hvaða gagn er þetta? Já, þetta er mjög merkilegt, þetta er reyndar ýmislegt þetta, ég er hérna með hvorki meirinu minna, en spurninguna er Ísland minnst spiltaland í heimi og þetta er sem sagt BR-gerð mín sem að ég byrjaði að skrifa 2005 þegar Transparency International mat Ísland minnst spiltaland í heimi sko. Og ég er náttúrulega kváð eins og mjög margir íslendingar og fór bara í það að rannsaka þetta eftir hvatningu frá einum kennaranum í háskólanum sko, og þó að það ég fengið ákveðna hindrun við þetta síðan meir sko, að þetta var ekki heimspeki en sko og ég gagnrýndi hann listan þetta mjög hart og laði bara hreinlega til hann og laði niður sko, hann er bara hent og það var nú aðeins harkalegt sko, en ég laði svona til vara til að sko, menn myndi skipta honum upp þannig að sko þessi viðskiptaspilling og spilling sem er svona minna pólitísk hún yrði bara tekin til hliðar og aðalega kannski vegna þess að það sem við erum að horfa upp á núna í heiminum að við erum að horfa upp á stríð gríðarlega glæpi við erum að horfa á þjóðarmorð á Gaza það er ekki inn í spillingarlistanum þú getur ímyndað þér sko og það er náttúrulega eitthvað sem sprengir alla skala og samkvæmt þessu ætti Rússland og Bandaríkin og Ísrael bara vera þarna einhvers staðar lengst niðri og þau geta og bara vera þurrka út á kortinu nánast í þessu sko bara fá bara 0 sko en það er ekki inn í þessu vegna þess
sko, fór ég með að skoða hvernig þetta þróað og þetta sprengir náttúrulega allir skala, það ekkert að bera saman við mútur og einhverjum embættismanni á Íslandi, skilur. Og ég fór að skoða þetta hvernig þetta sko upparlega, svona samkvæmt Foucault og fleirum, sko, hver upprunni þessari þekkingar, til hvers hún notuð og svo framvegis, sko. Og hún náttúrulega upparlega þróuð sem áhættus mat viðskiptalífs, alþjóða viðskiptalífs í viðskiptum við þróunarlönd. Þannig þessi listi í raun og veru upparlega þróað, sko. Og hann byggir ofsalega mikið á reynslu viðskiptalífsins og viðskiptum, sko, við tiltekin ríki. Þegar þetta gerist, þá farið á bæði ákveðna skekkju varðandi það hvernig þú ert að tala við. Það þú ert að tala við viðskiptaliðum eigin reynslu. Þú getur ímyndað okkur að við fyrir að spyrja hérna fyrir hrun viðskiptaliðið hvort að einhver spilling sé í gangi, skilur. Við fáum engin svör, sko. Þannig að það strax bæði útdækið hver að tala og hvað reynslu þeir að lýsa, skilur, og hvert markmiðið með að afla þessara þekkingar, sko. Þannig að það gríðarleg skekkja í þessu sem, sko, svona, rannsóknir einstaka fræðmanna eða bara stofnana sem getur verið með hérna til að verja spillingu. Þú fer alltaf að nálgun, sko, að skoða einstaka mál, ekki með þessar eiginlegu rannsóknir, tölfræðilegu rannsóknir, kannanir og svo framvegis. Þetta er bara að skoða mál eins og við erum með hérna Samherja og við vorum með fyrir hrun, hérna einkavæðingarbankana og alla spillingunum svo í framhaldinu. Þá ertu með alltaf öðruvísi upplýsingar, alltaf að nálgun og miklu víðari, líðræði og fleira, sko. Ekki eins strúktúraða, ekki eins eiginlega og ekki kannanir, sko. Þannig að þetta er meira félagsfræðilegt og heimspekilegt og siðfræðilegt og svona. Þannig að þetta alveg tveir heimar, sko. Og þessi Transparency International sem að getur líka valdið, sko, skaðar sem gerum við fyrir hrun, við verðum að passa okkur á því. Það að við séum komin á top 10 getur valdið gott fyrir viðskiptalífið kannski, af því að þessi listi notar og greiningafyrirtækjum. Já, við fáum betri lánakjör. Hugsanlega, það er svona hort til hans allavega, en ekki beint inn í matinu, sko, en hann er hort til hans, sko. En á móti kemur að við getum orðið, sko, grandorlaus skakvatspillingu eins og við vorum fyrir hrun, sko. Þannig að það þarf að, sko, horfa á þetta svona, þetta er ákveðin sýn og spillingu fyrst og fremst sem þarna sko, og hún mjög takmörkuð raunveru og ekki almennilega, í okkar tilfelli ekki almennilega byggt á innlendri þekkingu, sko. Jóhann, hérna, Þorvaldur Logason var að minnast á Foucault og hérna, sennilega þekkjum við allir eitthvað sem hann hefur skrifað valdið. Ég veit ekki hvort þú ert kunnur panoptikum kenningunni með þetta sjálfseftirlit. Það sem að ég hef hérna rekið mig á svolítið á Íslandi hefur mér fundist í áratugunar rás er að sá sem ætlar að benda á spillinguna og draga sig út úr, hann fær gjarnan spurninguna hvað heldur þú að þú sért? Og hérna þetta svona, hefur mér fundist einhver svona mér er fundist þetta þjóðarmein að hérna þykist þú vera eitthvað betri en aðrir, fær sá gjarnan að heyra sem ætlar að standa fyrir til dæmis siðferðislegri umræðu eitthvað í pólitík í fjölmiðlum. Rímar þetta einhverju leyti við þína reynslu líka að þetta sé vandi? Já, sannarlega. Ég þekki Foucault ágætlega, hann mjög frumlegar frumleg nálgun og kenningar valdið og þessar þetta ósýnilega valdið og sem getur maður sagt. En sko, ég notaði stundum þegar ég var mest að skrifa þetta, notaði ég oft samlíkingunar og þetta hefur svolítið þetta er svona mannfræðileg, mannvísindalegt atriði. Það er að margt af því sem við gerum í daglegu lífi er sjálfgefið. Það gengur allt í sinn vanagang. Við höfum venjur og annað því. Ein íslenska venja, hún er ekkert séríslensk, er auðvitað sú að það sé bara allt í lagi að sé mjög náin tengsl milli stjórnmála og viðskipta eða peningalegra
hagsmuna, til dæmis eignar familju eða fjölskyldu eitthvað þínir, sko. Já. Þannig ef að þetta á þessu gengur mjög lengi, að þá verður þetta svona, þá verður við eins og fiskarnir í sjónum sem veit ekki að þeir eru blautir. Okkur finnst þetta bara allt í lagi, en við sjáum ekki hérna spillinguna fyrir en bentir á hana. Og það alveg rétt sem að núna hefur komið fram hjá ykkur, eða í þessu spjalli okkar, að talandi hagsmuna árekstra, spillingarvarnir og þess áttar, að ég hef fulla trú á því að þetta hafi haft margvíslega áhrif síðustu 20 árin eða svo, upp undir það. Vegna þess að Transparency og Greco til dæmis, eða þessi aðild okkar að Greco, þetta hefur haft svolítil áhrif til góðs. Mér langar til að nefna, en þetta sem þú spurðir beinlínis, Björn, það ert þú eitthvað betri? Hvað ert þú að... En hinir sem er verið að benda á, ég held að fólk hafi hér kannski fyrir 15 árum síðan tekið miklu sterkar til varna gegn spillingun, en ég held að þetta, eins og Þorvaldur Gylfason, þú nefndir áðan, þetta er langflöt og það hefur ýmislegt gerst á þessum tíma, og það er auðveldara fyrir okkur í dag að nota hugtök eins og fólk skilur hugtökin miklu betur, eins og til dæmis frændhygli og kunningjaveldi, aðstöðubrast. Þessi orð orðið miklu tamari í tungunni, íslensku tungu. Takk sem meðal annars þinni bók á sínu tíma, bara svo ég nefni það. Já, þetta var ekki svona fyrir 10-15 árum kannski. Nei. Þetta er miklu auðveldara fyrir fólk að ræða þetta. Já, miklu. Ég nota stundum orðið nápott. Já. Má ég segja ykkur stutta lífsreynslu sögu ef það mætti vera til þess að bregða birtu á það sem við erum að tala um? Já. Sko, það var fyrir svona 5 eða 6 árum að það var haldinn leynifundur í háskólanum til að undirbúa stofnun Íslandsdeildar Transparency International. Og við Jóhann Hauksson vorum þar og sátum hlið við hlið. Það voru 15 manns á fundinum og þannig að það var auðvitað engin leynifundur. Og svo fékk hver og einn 2 mínútur eitthvað svoleiðis til þess að tjá skoðanir sínar. Og öndverst okkur Jóhanni, hinum við borðið, sat einn æðsti yfirmaður í dómskerfinu. Og hann sagði í svo mörgum orðum að hann teldi að hann hefði aldrei séð jafn litla spillingu á Íslandi, og spilling væri bara hugarburður einhverja bloggara, sagði hann, og bandaði hendinni í áttinu okkur Jóhanni. Og ég man hvað gerðist næst. Jóhann stóð upp og heldi sér yfir mannin, bara með því að rekja nýlega fréttir sem hann og aðrir höfðu sagt alveg makalaus afglöp í dómskerfinu. Og ég brást við með því að segja honum, og það var í fyrsta skipti sem ég sagði frá því, undan og ofan af því þegar einn reyndasti löggæslumaður landsins kom heim til mín. Ég hafði aldrei séð hann áður, og lét dæluna ganga í 3 tíma. Og fyrsta setningin var þessi: ég verð að fá að segja þér sögur af mínu vettvangi sem ég get ekki leyft mér að taka með mér í gröfina. Og ég sagði part af þessum sögum þarna af því að þetta var svokallaður leynifundur. Og svo gekk ég við hliðina og fyrirverandi ráðherra út úr salnum og sagði við hann, sko, ef það er eitthvað vit í dómskerfinu hérna, þá biðaði mig að koma á mánudagsmorgunin og segja nánar frá þessu samtali við löggæslumannin. Og ég sagði við hann sannaðu til að ég verði auðvitað ekki kvaddur til. En er Ísland ekki alvöru réttaríki? Og auðvitað var ég alls ekki kvaddur til. Nei. En hins vegar fór ég og gaf dómsmálaráðherra í eina skiptuæfinni skýrslu part af því sem löggæslumaðurinn sagði mér ólöglegar símahleranir.
og það kom og dómsmálaráðherra þóttist gera eitthvað í málinu en svo gerðist ekki neitt. Og þetta bara hversdagslegur raunveruleiki og hugsið ykkur það að ríkissaksóknaraembættið óstarfhæft vegna þess að ríkissaksóknari og vararíkissaksóknari talast ekki við, heldur heyja bara stríð inni á skrifstofu embættisins. Og þeim sem að vilja ríkissaksóknaraembættið sé veikt, auðvitað fagna þeir þessu. Já. Í staðin fyrir að láta bæði fara og möblur upp á nýtt. Einmitt. Og þetta er bara íslensku raunveruleiki núna 2025. Já, við höfum náttúrulega mútu ásakanir æðstu mönnum ríkisins, bæði Davíð, eða æðstu mönnum ríkisins, helstu viðskiptajöðurum landsins, 300 milljónir mútu ásakanir, sem að voru bara svo bara undir teppið og aldrei teknar alvarlega, Það er náttúrulega alveg galið út af fyrir sig. Nú ég blaðamaður Þorvaldur, hagfræðingur. Hver var þessi maður sem þú nefnir á fundinum hana? Sem ég vil alltaf fá nöfn á. Já, veistu, ég vil helst ekki segja það. Ég segi bara að þetta var einn æðsti yfirmaður í dómskerfinu. Já. Af því þú sagðir Íslandi ekki alvöru réttaríki. Já. Verðum við ekki að taka þennan bolta núna og ræða það aðeins að eitt af keppikeplum Sjálfstæðisflokksins hefur alltaf verið að hafa dómsmálaráðuneytið. Segðu. Og þeim hefur gengið mjög vel í því. Segðu. Og nú erum við kannski loksins að horfa upp á algjör valdaumskipti svona í rólegheitunum getur maður sagt, ekki þessum ofsa sem var 2009 og gefur það ykkur tilefni til aukinnar bjartsýni? Ég held að taki, eitt af einkennum spillingarinnar hvað tekur langa tíma. Ef hún verður alvarleg eins og hún var alveg gríðarleg, þá megin einkennum spillingum að tekur mjög langan tíma að hreinsa hann út, hún fer náttúrulega aldrei alveg, menn aldrei að dreyma þar, það var langt frá því, en já, það mun taka langan tíma, það nú verið talað að menn hafi, einu sinni þegar ég var ungur maður, þá var talað að lögfræðital Íslands og Sjálfstæðisflokkurinn, þetta var nokkuð tvenna saman. Þannig að Þú ert að segja, Þorvaldur, fyrir gefðu að það taki kannski jafn langan tíma og aðskilnaður ríkisins og Sjálfstæðisflokksins. Já, þetta tekur rosalega langan tíma og það verður ekkert kraftaverk á 4 árum, það er alveg á hreinu, Leyfið mér að segja ykkur aðra lífsreynslu sögu að það mætti verða til þess að breiða frekari birta máli. Ég ætla ekki að nefna nöfn. En þannig að dómari Hæstarétti játaði fyrir mér í einkasamtali lögbrot í réttinum. Já. Og ég taldi mér bæri bara borgarleg skylda til þess að gera ríkissaksóknara viðvart. Og ríkissaksóknari tók málið alvarlega og óskaði eftir því að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakaði málið. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu neitaði að rannsaka málið og þá lagði ríkissaksóknaraembættið niður skottið og málið var fellt niður og glæpurinn fyndist. Já. Lögreglunum bera sjálfsögðu lagaleg skylda til þess að rannsaka mál. Ég tala nú ekki mál sem að snúa að lögbrotum í Hæstarétti. Þannig að lögreglan brást skyldu sinni, en það er engin viðbrögð við því. Nei. Í Bandaríkjunum væri slíkri lögreglu refsað. Já. Og þið, annar ykkar nefndi áðan þetta fordæmalausa dæmi þegar íslenskri þjóð er bannað að fá upplýsingar, gagnrýnar upplýsingar Bjarna Benediktsson skömmu fyrir kosningar. Já. Bara ef við værum að lesa þetta í einhverju öðru landi núna árið 2025 hvað myndum við halda? Og það er bara kortið síðan þetta var. Já. Kannski Jóhann vil tjá sig blaðamaður? Já, mér langaði nú helst til þess að taka eins upp þráðinn og bara svona sem vangaveltur, en það hefur nú ýmislegt gerst. Ég man eftir því á þessum fyrsta áratug aldarinnar að þá var það meðal annars fyrir ítrekku tilmæli Greco sem á endanum fjármálum stjórnmálaflokkana var breytt. Já, 2007.
Já, það var gert með lögum 2006 sem tóku gildi í ársbyrjun 2007. Og meðan dældu notuðu tækifæri það árið að dæla fjármunum í stjórnmálum. Ég man vel eftir blaðamannafundinum sem að ég fór á þegar að Geir Haarde þá forsætisráðherra tilkynnti og kynnti þessi nýju lög fjármálstjórnmálaflokkana og formaður nefndarinnar sem að hafði smíða þessi lög eða var fyrir framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins í 25 ár, maður sem að þú fjalla mikið Kjartan Gunnarsson sem stóð við hlið honum. Var hann formaður nefndar? Formaður nefndar. Ég man eftir því þegar að Geir var spurður, kannski var það ég sem spurði og hann sagði bara í lokfundarins enda höfum við hér ekkert að fela. Og sagði forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins. Nú gerðist það nokkru síðar árið 2009 að Jóhannu Sigurðardóttur datt í hug í nafni gagnsæis að henda skjalakassanum allar upplýsingar fjármálflokkana frá árum áður til blaðamanna og viti menn þar kom á daginn að stór fyrirtæki höfðu rétt Sjálfstæðisflokknum 50-60 milljónir. Það var mikill skandall. Bjarni Benediktsson nýorðinn formaður Sjálfstæðisflokksins og lofaði því að skila þessum peningum 50-60 milljónum og viðurkenndi þar með að þetta væri óhreinir peningar eins konar mútufé og þetta er dálítið hlægilegt allt saman í raun og veru því það sem ég er að reyna að segja er þetta að það er jú framför að gera breytingar á fjármálastjórnmálaflokkana þó framkvæmdin sé ekki endilega góð. Það er líka til bóta í nafni lýðræðisins að það renni hreinir peningar skulum við segja í nafni lýðræðisins til fjölmiðla til að styrkja fjölmiðla og krítíska fjölmiðlun í löndum eins og þessu sem að ég bý í og Svíþjóð til dæmis eins og gert er. Þetta er allt á að vera allt í bóta. Já, en ef ég má skjóta inn í ef ég man rétt þá sagði Guðlaugur Þór þá þingmaður ráðherra Sjálfstæðisflokksins að þessu tilfelli 2007 sko ég segði nú eftir minni, ég held að hann hafi sagt það þá var hann að segja að það væri auðvelt að fara í kringum þessu lög að því leyti myndu þið ekkert endilega virka. Síðan kemur náttúrulega ljós að þeir fundu leiðið framhjá þessum lögum og stóra leiðin framhjá þessum lögum er náttúrulega Morgunblaðið. Að dæla staðin fyrir að dæla fyrir beint í flokkin, þá dælaði fyrir beint í Morgunblaðið og það gerðist náttúrulega strax með því að Íslandsbanki undir stjórn Friðriks Ókarssonar sem var þá stjórnarformaður gefur afslátt eftir útboð på 1 milljarð eftir útboð, heilan milljarð á þávirði og síðan hefur fjármunum kvótagreifana verið delt inn í Morgunblaðið með gríðarlegum halla og þarna erum við með miklu stærri upphæðir, miklu hærri upphæðir heldur en voru sem menn hafa kallað mútur fyrir svona. Það eru miklu hærri upphæðir farnar til flokksins í raun og veru baka til, eins og þau sögðu að það verið auðvelt að gera. Má ég kannski bæta? Þórður Snær Júlíusson sagði daginn að þessi fjárfesting kvótagreifana í bankanum jafnvel strátt fyrir allt tapið væri sennilega einhver albesta fjárfesting þeirra á síðari árum. Já, kannski ágætt að nefna það því hún nefnir Þór Snæ að hann ætlar einmitt að vera gestur minn eftir viku hér í spillingar umræðu en mér langar aðeins að fá að taka þennan bolta sem þeir að nefna fjölmiðlastyrkina og þeim er ætlað að efla lýðræði og svona stuðla að auknu fjölræði og því öllu en sko umræðan hér Jóhann, hér innanlands
hún flókin þessa dagana vegna þess að sko Morgunblaðið hefur verið að fá hæstu fjárhæðina. Þið hafi nefnt agnúana á rekstri blaðsins. Morgunblaðið eitt hittuna núna, þeir eru ekki samkeppni við önnur fréttarblaðið dáið drottni sínum og meðal annars vegna þess hvernig Ríkisútvarpinu leyft að ryksuga upp auglýsingatekjur sem annars væri til einkamiðla. Sko, það engin sátt hér á landi þessa fjölmiðla styrki. Það eiginlega vandinn í augnablikinu. Já, það vandi. Sigurjón Þórðarsson var nú að leggja til að gripa til aðgerða gegn Morgunblaðinu, ef ég man það rétt. Já, mjög óheppilegum tímapunkti. Mjög óheppilegum tímapunkti kannski. En sko, það merkilegt, hann var náttúrulega mjög hart gagnrýndur, en sko, eins og ég, ef við setur þetta í samhengi því sem ég var að segja áðan, sko, hvernig Morgunblaðið byggt upp og hvernig þeir fá þarna baka til fjármuni og síðan doblast það með ríkinu, af því að þetta svo stórt batteri, ekki rekið á neinum eðlum grundvelli, verið pólitísk styrking, þannig að þó að sko Sigurjón hafi kannski orðað hlutin óöflega, þá punkturinn sko bakvið þarna, hann raunverulegur og það þegar kannski embættismenn koma að segja og horfa þetta bara normatíft sko, allir eins. En við verðum bara að horfa á þetta, það ekki allir eins, en það erfitt að glíma við það. Það gísilega erfitt. Þetta náttúrulega versus form versus efni, sko. Þegar andi og markmið ekki virt, þá getur mann alltaf farið í gegnum lög og það spillingin oft. Sko. Já, og það sem ég var að reyna að gera í Besti vinur aðal, það var að tengja svolítið saman fjölmiðlun hér á landi og spillingu. Já. Og það eru margir blaðamenn brjálaðir yfir því, sko. Við allar stéttir telja að við séum heilagar kýr. Við séum alveg frábærir, en hinir séu bóarnir. Þetta þekkt vandamál. Sennilega með raffræðinga líka. Já, sannarlega. Miskin skýrslan. Já. En já, hvað eigum við að gera? Hvernig okkur best borgið fjölmiðlalega núna, því að það hlýtur að vera eitt sterkasta tækið út úr spillingar ógöngum samtímans, það öflug fjölmiðlun. Já, við bara höldum áfram að berjast. Og höfum sigur á endanum. En við vorum að sjá það sko, Trump og það sem að gerast í Bandaríkjunum og þessi áráðusmaskína sem áráður skiptir alveg gífurlegu máli varðandi alla spillingu og alla þessi breytingu samfélaginu. Og þetta nær mjög langt aftur. Ég gæti rækið þetta aftur til sko, Montpellier samtakana sem stofnuð eftir síðustu heimsstyrjöld sko. Þannig að sko, áráðusvélin sem búin í gangi, Trump ekki afurð, sko, ekki bara einhver svona populistið sem sprettur upp. Hann afurð langstíma áráðurs. Fox-vélin áráðus nýfrælsíkju maskínuna sem gríðarlega hugveitur og það eru hugveitur hérna á bakvið Trump sem sömu hugveitur á bakvið nýfrælsíkjuna áráður og Montpellier samtökin og það sem að hér hefur gerst á Íslandi og hérna þannig að áráður og þessi maskína, þessi fjölmiðla maskína sem við erum að fást við, hún ekki bara, hún kannski fjölmiðla lausnin en hún líka stórkostlegt vandamál í þessu sem getur kallað áráðus samfélags nútímans sko. Já. Þannig að þetta bæði lausn og raun og veru mörguleiti stóri vandinn sko. Já. Ég held nú að vitleysan í kringum Trump eigi eftir að hjálpa okkur og með því að opna augu miklu fleiri einnig í Evrópu fyrir döllunni sem í gangi. Vonandi. Já, kannski hjálpar okkur ef hann tortímur okkur í fyrst. Já, nákvæmlega hann fer ekki með ykkur leðinni. Ég hef þá trú að Bandaríkjum og þau hefur styrk til þess að ráða þetta. Já, það frábært. Heyrðu herramenn, það fer nú að líða lokum hjá okkur en mér langar aðeins að nefna það að það segir þarna í þessum gögnum sem ég var að skoða hjá Transparency að ég vil bara fara með á ensku huge numbers of people around the world suffer severe consequences of global heating as funds intended to help countries cut greenhouse gas emissions and protect vulnerable populations are stolen or misused.
Með öðrum orðum þá það eru umhverfismálin sem eru svona pottur fyrir spillingu og heimsvísu núna. Það er ekki víst að allir átti sig á þessu, en við höfum verið að fá svona nokkur fréttamálu inn til Íslands núna síðustu mánuði bara sem að benda til þess að kannski sé þessi þvottur svolítið óþægilegur á köflum. Já, sko, alþjóðastofnanir sem ég hef vunnið með, bæði Alþjóðabankin og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í Washington, eru byrjaðar að tala opinskátt spillingu sem aldrei mátti hér áður fyrir. Spilling var bannorð, sko. Og þessar stofnanir birta skýrslur sem að sýna til dæmis að fé sem falið í skattaskjólum, að það nemur sko 10% af gervallri framleiðslu heimsins á einu ári. Og eitt brýnasta verkefni samtímans er að opna þessi skattaskjól og leiða þá og gera upptækt fyrir sem þar finnst sko gegn lögum og það mun bara gerbreyta ástandinu í heiminum. Og þetta að byrja núna í kjölfarsstríðsins í Úkraínu. Menn þorði ekki að snerta skekkjur á rússnesku glæpakóngana fyrir en Pútín riðist inn í Úkraínu. Og nú búið að gera þessar snekkjur upptækar í stórum stíl. Og það vona ég að sé bara byrjunin á miklu umfangsmeiri aðgerðum sem að miða að því að opna skattaskjólin. Og skattaskjólin sjáður ekki bara á einhverjum fjarlægum sko eyjum í hinum eina hnettinum, þau eru líka sko í aðildarlöndum Evrópusambandsins. Og til dæmis á Möltu. Og Evrópusambandi hefur bara góða aðstöðu til þess að reynsa til á Möltu og enda byrjað á því. Margir blaðamenn vita það ekki að þeir eiga ótakmarkaðan aðganga fyrirtækjaskrá á Möltu og geta þar skoðað sko öll skúffufyrirtækin sem meiri Íslendingar eiga þar. Og þetta er bara rétt að byrja og þetta verður að halda áfram. Og sérstaklega hvað varðar umhverfismálin Logason, þá það er náttúrulega mikilvægt að við fyllumst ekki öll tortryggni gagnvart alls konar góðum verkefnum sem við verðum að kynna í umhverfismálum en það er ekki bara hræsni, það er svona hálfgerð glæpamennska sem er komin inn í þannig geira á köflum. Já, hvað hérna Running Tide, það sem voru að henda ykkur trjákurli í hafið og fá fyrir það fullt af peningum. Maður átti þess ekki en sko, og stjórnkerfi dæmigert sko, þegar erlendir aðalega komið einhverja peninga, það bara hrópaðu húrra og opnaði allar dyr og menn fengi að henda þessu í hafið. Í stað þess að beita gagnrýninni hugsun. Já, og þetta eitt hefði bara verið rannsóknarefni sem spillingamáli. Það er alveg galið allavega ykkur gáleis. Svona eins og hefur verið bent á meðal annars að hálfu Transparency að þá er þessi áhersla á umhverfismál hjá Transparency og sem einhvern spillingapott eða vettvang þar sem að hún gæti grassirað og þróast að þá kannski þá mætti nú benda á þetta aftur sko að það nýjasta nýtt á Íslandi það er kannski einmitt meðferð á auðlindum það nýja lagseldi í sjó og taka á allskyns efnum á landi og svo framvegis. Þetta mætti kannski skoða í þessu ljósi og kafa svolítið ofan í. Þetta tengist vel Björn eins og þú bendir á því að fólkið sem gerir lítið úr afurðunum varðandi spillingu og hefur engan áhuga á að opna skattaskjólin, það er sama fólki og þrætir fyrir loftslagsvána. Það er nefnilega það. Þessir hópar skarast mjög þétt og það er þess vegna sem það er alveg rétt hjá Transparency og öðrum að loftslagsmálin skipta miklu máli í baráttunni gegn spillingu. Þeir eru verið að segja, þeir eru að setja það ákveðið þema, svona ársþema hjá Transparency í ár sko og eru verið að segja að eina ástæðan fyrir því að okkur tekst ekki betur upp í baráttunni gegn hitnun jarðar og fleiri og mengunar og margvíslegar sé spilling. Já, einmitt. Þannig að þetta er risamál. Þetta er risamál, það þarf að vera á okkar vörum á hverjum degi og verkað vinna. En
ég held við komumst ekki lengra, það væri nú bara gaman að fá ykkur aftur síðar saman í þátt því margt að spjalla. En ekki á hverjum. Ekki á hverjum degi. Það er ómikið, það er miklu skemmtilega að tala bókmenntir, listir, og vísindi. Það er rétt, við þurfum ekki síst það líka. En Jóhann Hauksson, mér langar sérstaklega að þakka þér fyrir að vera með okkur þarna frá Danmörku. Mín var ánægja. Og bestu kveðjur. Já, bestu kveðjur. Og þið nafnar, Þorvaldur Gylfason og Logason, kærar þakkir fyrir að koma og glæða þennan þátt lífi og krafti. Og við höldum áfram, hlustendur og áhorfendur góðir, að fjalla spillingu á miðvikudögum. Mér sýnist að það sé að nóg að taka. Ég heiti Björn Þorláksson, ekki fara langt, annað efni hér handa við hornið. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.